Liður 7 eru félagsmiðstöðvar. Með máli fer ungmennaráðsfulltrúi Ólöf Berglind Guðnadóttir. Ágæti forseti, bæjarstjórn, fulltrúi ungmennaráðs og aðrir fundargestir. Í dag vil ég ræða mikilvægi félagsmiðstöðva og hvernig við getum eflt þær, þannig að þær þjóni betur ungmennum í samfélagi okkar. Félagsmiðstöðvar eru ekki bara skemmtistaðir, heldur mikilvægi vettvangar fyrir félagslega og persónulega þróun ungs fólks. Þær veita öruggt rými þar sem ungmenni geta hist, tekið þátt í viðburðum og fengið stuðning frá starfsfólki. Þrátt fyrir þetta stendur hver félagsmiðstöð aðeins og opið 2 viku. Það einfaldlega ekki nóg. Ef markmið okkar að styðja við ungt fólk, þarf að skapa þeim fleiri tækifæri til að uppbyggilegar afþreyingar. Ein stærsta áskorun sem félagsmiðstöðvar standa fram fyrir aðstöðuleysi. Margar þeirra glíma við takmarkað rými, skort og fjármagni og úrelta búnað. Þetta dregur úr gæðum þeirra þjónustu sem þær geta veitt og takmarkað mögulega ungmenna til að njóta fjölbreyttari dagskrár. Með auknu fjármagni var hægt að bæta aðstöðuna, kaupa betri búnað og fjölga viðburðum sem hefða til breiðari hóps. Félagsmiðstöðvar ættu að lifa lifandi spennandi staðir sem styðja við ólíka hæfileika, áhugamál og þarfir ungs fólks. Félagsmiðstöðvar á Akureyri hafa oft takmarkað rými, en það er hægt að nýta betur. Skólar búa yfir frábæru aðstöðu sem stendur tóm utan hefðbundins skólatíma. Af hverju ekki að nýta íþróttaaðstöðu skólan fyrir félagsmiðstöðvarnar? Af hverju ekki að tryggja að félagsmiðstöðvar hafi nægilega fjölbreytta afþreyingu? Með meiri nýtingu á núverandi aðstöðu var hægt að skapa fjölbreyttari valkosti fyrir ungmenni án þess að þurfa að stórfellda framkvæmdir. Ungmenni eru framtíð samfélags okkar. Ef við viljum að tryggja að þau fái bestu mögulega tækifæri til að þroskast og eflast og virka þátt í samfélaginu, þá verðum við að fjárfesta í þeim. Félagsmiðstöðvar gegna lykilhlutverki í því að styðja ungt fólk og efla félagslegu þátttöku þess. Það spyr ég ykkur hér í dag. Teljið þið ekki að það sé nauðsynlegt að styrkja félagsmiðstöðvar þannig að það geti betur þjónað ungmennum Akureyrar, þeim sem endurinn taka við ykkur. Takk fyrir. Þá hefur Ólöf Berglind fulltrúi ungmennaráðs lokið máli og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason stígur upp í pontu. Forseti, fundargestir. Með leyfi forseta þá vil ég aðeins fá að gera smá hlikk á mína bæn því að hér stóð ég fyrir ári síðan, okkur öllum hollt að líta í eigin barm og huga að eigin loforðum og fyrirheitum og öllu því dótari. Þið hafið minnst á það hér að þið viljið ekki tala yfir, misjafnlega lokuðum eyrum. Hér stóð ég fyrir ári síðan og lofaði öllu fögru tiltekt ákveðinnar gangbrautar. Ég keyrði þar hjá rétt daginn og sá svo sem ekki neina stórkostlega breytingu. Hins vegar hefur þessum máli verið hreyft í bæjarstjórn og í nefndum bæjar og þetta einhvers staðar á döfinni en segir sitt áhrifamátt þess sem hér talar að enn hefur ekkert gerst en þetta svona að mjakast áfram. Þetta segir ykkur að stundum þá gengur þetta svolítið hægt fyrir sig hjá okkur þótt að ykkur finnist og mér reyndar líka í þessu tilviki allavega vera tiltölulega einfalt að ráða bót á því sem fram á farið. En alltént, mér var bara hugsað til þessa þegar ég var að horfa hér yfir hópina hvað ég hafði sagt í fyrra og eins og ég sagði það okkur hollt að líta í eigin barm gagnrýnum augum en víkjum að því sem við ætlum hér að tala.
ég á mjög erfitt með að setja mig í ykkar spor. Það hefur alla tíð verið, í tíð þeirra sem nú lifa, þá hefur alltaf verið einhver ógn yfirvofandi, einhver heimsendir, eitthvað verulega slæmt. Í dag finnst mér það vera ýkt slæmt. Það er eitthvað verulega vont yfirvofandi, eitthvað verulega vont sem við erum sífellt að tala jafnvel óhjákvæmilegur heimsendir, jafnvel, sem við höfum hér á mínum ungdómsárum, við höfum smá tækifæri til að breyta þeirri vegferð, en nú stefnir eitthvað annað, virðist vera af tali sumra. Þess vegna held ég að það sé, nú er ég að vera svakalega svartsýn. Við getum breytt þessu, það sem skiptir máli það er að ná saman. Ég sé það alveg hreint þegar ég horfi á mér miklu yngra fólk, hvað eru mörg öfl í þessu samfélagi sem einhvern veginn vinna að því að einangra okkur. Það er ekki eitt sjónvarp á heimilinu, heldur 3 eða jafn mörg heimilismönnum. Það eru tölvur á mann, það eru alls konar vídeóleikir, allt þetta dregur okkur inn í okkar eigin heim þar sem við erum ein inn í herbergi að horfa á sjónvarpi, við erum ein í tölvunni að leika vísu við einhver sem er einhvers staðar langt í burtu, en það er svona ákveðin samskipti sem eiga þessi stað reyndar. Þess vegna held ég að félagsmiðstöðvar, það gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í að draga okkur út úr herberginu þar sem við sitjum ein við sjónvarpið, ein yfir tölvunni, ein með okkar eigin hugsanir sem er gott stundum en ekki alltaf. Þess vegna held ég að félagsmiðstöðvar eru eitt öflugasta ráðið til þess að draga okkur inn í samfélagið aftur, þar sem við getum haft samskipti. Og Ólöf benti á þetta afskaplega góða ráð sem ég skil ekki enn að hafi ekki verið nýtt og ætla ekki að lofa upp í ermar mínar báðar að verði nýtt. En ég man svo langt aftur að þegar það var talað að einsetja skóla, að þá var eitt markmiðið, einn ávinningurinn með þeim áfanga var að það átti að geta nýtt skólana eftir klukkan 4 á daginn og jafnvel fyrir, í eitt og annað. Skólarnir áttu að verða nokkurs konar félagsmiðstöðvar öðrum þræði. Og þetta er akkurat það sem Ólöf Berglind hefur bent á. Þetta er ráðið, eitt með öðru. Þetta er kannski öflugasta ráðið sem við höfum í dag til þess að efla félagsmiðstöðvar, nýta þetta rými sem við höfum og svo náttúrulega, eins og hún bendir á í sinni mjög góðu ræðu, að 2 dagar í viku duga skammt. Við þurfum að gera betur og við munum ræða þetta í fræðsluráði og vonandi, samanber gangbrautina, vonandi mun verða ráðin bót á þessu, bæði þannig að það verði fleiri dagar í viku og það verði meiri og betri aðstaða, það verði fleiri leiðbeinendur og eitthvað virkilega lokkandi og laðandi sem nær til þess að keppa við sjónvarp, tölvuleiki og hvað þetta er nú allt saman sem miðar að því og eiginlega byggir þennan einangrunar múr sem mér finnst vera vaxandi. Þannig að ég lofa engu, en ræða Ólafar Berglindar var mjög góð. Takk fyrir það og ég mun færa hana áfram. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu og orðið er opið. Ungmennaráðsfulltrúi Heimir Sigurpáll stígur upp í pontu. Ágæti forseti,
Mér langar til þess að nefna eitt hérna í ljósi þess að við erum að ræða félagsmiðstöðvar. Ég á góðan vin sem að hún líður ekki vel, hún líður bara ótrúlega illa, bara alls staðar. Hún með hvergi tekið vel, hann hefur aldrei getað fundið sig fyrr en hann heimsótti hinsegin félagsmiðstöðina hér á Akureyri og hann segir, og ég veit það, að þetta breytti líf hans, þetta gerði það að verkum að hann gat talað við fólk sem skildi hann og hann gat upplifað sig jafnan í fyrsta skipti á ævinni og mér langar svo innilega að biðja bæjarstjórn, bæjarráð og þá sem sitja hérna að þetta snýst ekki bara peninga, þetta snýst ekki fjármagn, laun eða útgjöld, þetta snýst virkilega hvernig okkur líður, hvernig krökkunum líður og krakkar sem búa í barnvænu sveitarfélagi, þeim eiga ekki að líða illa, þeim eiga að líða vel og þau eiga að geta fundið sig og þess vegna finnst mér þetta ótrúlega mikilvægt málefni hjá Ólufu að félagsmiðstöðvarnar eru ekki bara eitthvað til þess að fyrir krakka að hittast og komast að í burtu, þetta fyrir krakka, þetta fyrir félagslega tengsl upp á framtíðin, þetta fjárfestingi framtíð barnanna sem búi í samfélaginu og ég held bara svo innilega að þið hafið þetta bakveirað alltaf þegar þið eru að ræða félagsmiðstöðvarnar og það að þið eru að skera niður og það get ekki gert þetta og þarf að loka hérna og að þetta er ekki bara einhverja fjármuni, þetta snýst vellíðan barnanna. Takk fyrir. Þá hefur fulltrúi ungmennaráðs Heimir Sigurpáll lokið máli sínu og orðið er opið. Já, bæjarfulltrúi Lára Halldóra stígur upp í pontu. Forseti, ágætu ungmennaráðs fulltrúar og bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Takk kærlega fyrir þessa umræðu félagsmiðstöðvar. Ég gat nú ekki annað heldur en komið hérna upp. Sjálf búin að kenna í tæplega 30 ár, vera námsráðgjafi í 5 ár, vinna með honum Arnari Má félags- og forvarnarmála fulltrúar í þessi ár öll sömul og við höfum svo sannarlega rætt þetta oft. Og ég bara tek heilshugar undir orð Heimis og Ólafar að þetta er mjög mikilvægt starf sem þarna fer fram og ég held að það sé mjög mikilvægt að við horfum á það hvaða hópur það sem að kemur í félagsmiðstöðvarnar. Félagsmiðstöðvarnar eru alveg fullar af krökkum en við höfum oft rætt þetta. Það eru kannski oft á tíðum krakkarnir sem að eru félagslega sterkir, eru virkir, eru í tómstundum, eru í íþróttum og eru í rauninni að bæta félagsmiðstöðunum þar við. En við höfum rætt þetta, hvernig getum við kannski einmitt eins og þú nefnir Heimir, hvernig getum við virkað þá sem að kannski líður ekki nógu vel, en þeim finnst kannski einhvern veginn svolítið erfitt að koma inn í félagsmiðstöð sem er full af krökkum. Þannig að kannski þurfum við bara pínulítið að hugsa þessar félagsmiðstöðar upp á nýtt. Er leiðin að halda áfram eins og við höfum verið að gera? Það er í hverjum skólafélagsmiðstöð opin 2 kvöld í viku. Er ástæða til þess að horfa á þetta einhvern veginn öðruvísi og hafa ekki hverjum skóla heldur, hafa einhverjar stærri miðstöðvar. Þarf að hafa fyrir einn skóla bara þeim skóla þar sem félagsmiðstöðin er eða bara fyrir einn árgang. Þú veist, hvaða leiðir getum við farið til þess að ná krökkunum inn sem eru ekki að sækja félagsmiðstöðvarnar í dag. Ég held að það sé pínlítið það sem við þurfum að horfa á. Og ég bara tek heilsugar undir mikilvægið og vil svo sannarlega taka þátt í því að endurhugsa kannski
eða efla starf í félagsmiðstöðvum hér í bænum. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Lára Halldóra lokið máli sínu og orðið er opið. Ef enginn býður sig fram þá legg ég til að við höldum áfram með dagskrána.